Sælverði, heyrðu, við erum komin hérna í gróðurhúsið hjá Auði Ingibjörg Ottesen sem með Auður allt árið. Ég náði henni hérna úr vorverkunum. Auður móðir mín og við erum að vinna að Auður allt árið garðyrkjudagatalinu. Já, ég vil geta þess að ég tek því fagna það því að þú komst út úr skrifstofunni. Þar erst þú búin að vera að vinna að þessu forriti. Já. Þar ertu búin að vinna að forriti, garðyrkjuforriti. Það sem þú ætlar að nýta þér þá þekkingu sem að ég hef komið á blað, bæði Sumarhúsagarðinn og bókaflokknum við ræktun. Og aðgengileg fræðsla fyrir áhugafólk og fagmenn í garðyrkju. Akkurat, við erum sem sagt að búa til forrit sem að notandinn lýsir hverju draumagarðurinn eða hvað vilja hafa í garðinum. Forritið setur það niður í verkefni og svo út frá þeim verkefnum sem valið er þetta að fá bara innkaupalista hvað vantar, hvaða verkfæri þarf, hvaða áburð og svo hvert verkefni þú getur ýtt að það og fengi ítarlegar upplýsingar og hvernig það átt að framkvæma. Já, þetta er fyrsta garðyrkjuforritið á Íslandi. Já, fyrsta, fyrir íslenskar aðstæður. Já, fyrir íslenskar aðstæður, sérsniðið að íslenskar aðstæður. Akkurat, og það er einmitt sú kunnáttu sem við erum að sækja í bækurnar, bara hvernig á að gera á Íslandi, ekki bara hvað á að gera, heldur hvernig á að gera það svo að gangi upp því að ráð á netinu virkar rosalega illa. Já, og það sem er líka á bakvið þarna, það er reynsla. Það er sko svo margt sem að hef gert og aðrir hafa gert, af því það verður vitnað í aðra líka, sem að smellpassar á Íslandi og kemur fólkinu á góðu notum. Og við erum með þetta í Karolínu Fund hópsöfnum núna, til að safna fyrir íslenskri útgáfu sem að þeir sem eru að taka þátt í söfnunni geta þá prufað og notað fyrir eigin þarfir. Og það hjálpa líka rosalega mikið þannig að okkur að búa til forritið að fá þeirra álit á því sem er gerast og þá mótast forritið líka svolítið af þeirra þörfum. Og þannig að við viljum endilega bjóða ykkur að taka þátt. Við erum komin í 79% held ég akkurat núna. Og erum bara með eina viku eftir, þannig að bara endilega drífa ykkur að skrá ykkur því að það eru nekkert að skrá sig fyrir síðan við búum til forritið eða gefum það út í apríl næsta ári. Já, og ég bara skora á alla mína gömlu góðu áskrifendur, alla vini, garðyrkjufólk að taka þátt og styðja okkur í þessu því að Mörður, sonur minn, hann er búinn að vera með fleiri fólki, fagfólki, að vinna þessu sín í febrúar og þetta er kostnaðarsamt og ég veit að þið elskið að fá að taka þátt í þessu. Bara að vera menn. Við erum menn og endilega líka láta koma framfæri þökkum til þeirra sem eru búin að styrkja okkur. Já, það er alveg ómetanlegt. Bæði með því að taka þátt í hópsöfnunni og líka bara með að senda skilaboð og gefa okkur áliti á hvað þeim finnst forritið. Og það er líka bara frábær í rauninni verðlaun fyrir þá sem eru að styrkja. Það er bæði áskrift af forritinu og svo líka hægt að fá sér námskeið og fleira. Heyrðu, það er hægt að koma í kaffi með Auði 8. Já. Og við förum í heita pottinn. Með kryddjurtum. Með kryddjurtum.